En við byrjum í sporthúsinu. Thelma Hrund okkar Hermannsdóttir fór og hitti eigendurna, þau Ara Elíasson og Evu Lind Ómarsdóttur. Til hamingju með 10 ára afmælið, hvernig þið búin að vera að fagna þessum áfanga? Við erum búin að vera núna bara alla vikuna. Búin að vera opið hús hérna hjá okkur núna, núna fyrstu vikuna í október. Samhliða því sem við erum að keyra heilsu- og forvarnaviku Reykjanesbæjar. Þá erum við búin að vera með bara svona afmælisviku með því og bara allir velkomnir og bara opið hús og mikið húllumhæ. Og þegar þú horfið tilbaka, hvernig hafa þessi 10 ár verið? Hvað stendur svona kannski helst upp úr? Það er nú bara svo óbáslega margt bara hvað við höfum rauninni bara svona breytt, vonandi getið sagt hugafari og heilsu bara öllum bara Suðurnesjabúum bara. Þannig að við teljum okkur hafa lagt mikið að mörkum til þess að bara geta bætt heilsu fólks á öllu svæðinu og það hefur bara gengið afskaplega vel. Hvað myndið þú segja að hafi helst breyst á þessum 10 árum? Við erum náttúrulega byrjuðum í stóru húsi en samt smátt með hvernig það lítur út í dag. Við erum búin að taka núna, við vorum með heilsuræktina í ykkur rúmum 2000 fermetrar þegar við byrjuðum árið 2012. Erum að fullnýta alla bygginguna núna sem er rúmlega 4000 fermetrar. Og núna mánaðamótin, núna síðastliðinn laugardag, 1. október, þá opnum við 900 fermetra stækkun inn í nýja hóptímasali þar sem við vorum í töluverðum endurbætum hérna innanhús og það er rauninni allir okkar viðskiptavinir eru að fá bara betri þjónustu og bara betri æfingasvæði og æfingasali og allt saman. Þannig að við erum svona að komast á tindinn þar sem við viljum vera. En nú voruð að taka í notkun nýja sali, meðal annars CrossFit sal. Segðu mér aðeins frá þeim, hvað þýða þessar breytingar fyrir ykkur? Stækkunin í CrossFit salnum, hann stækkaði frá fyrri sali um 50%. Þannig að þeir voru að fara, eru núna í einhverjum 350 fermetra sal sem er bara alveg frábær aðstaða. En breytingin er kannski helst að við erum að töluvert mikið að unglingum í unglinga-CrossFit, unglingaþjálfun og svoleiðis. Við erum konið með hliðarsal sem er tengdur við CrossFit-salinn sem við getum verið að kenna unglingum og bæði CrossFit-unglinga og unglingaþjálfun á sama tíma og kannski foreldrar að fara þá í aðra tíma í CrossFit eða Subuform eða Fitform eða bara þessa hópatíma sem við bjóðum upp á eða í tækjasalinn þá kemur unglingurinn eða barnið eða krakkinn með á sama tíma og stundar sína heilsurækt þannig að fjölskyldan er bara öll saman í svona. Með þessari stækkun sem við fáum fleiri sali og allt það, þannig að við getum aukið þessa þjónustu til mikilla muna. Þið erum með töluvert marga viðskiptavini hjá ykkur. Sú tala, hefur hún eitthvað breyst í gegnum árin og hafið þið séð að kannski COVID hafi haft ykkur áhrif þar og spilað inn í? Já, hún hefur breyst samhliða því sem við þurfum að stækka húsið og allt það en COVID-ið hafði svo sannarlega reif hressilega í bara allar landfestar hjá okkur. Við vorum lokuð bara vegna COVID-faraldursins í ríflega 6 mánuði og það rífur hressilega í svoleiðis. Þannig að þetta er að koma allt tilbaka núna. Þetta er svona eiginlega á slæmri íslensku fyrsta svona kick-off, hefur við getum sagt á slæmri íslensku, núna þetta haustið núna 22. Haustið er náttúrulega búið að vera mjög gott veðurfarslega séð, þannig að fólki hefur verið að njóta bara veðursins í september en núna þegar við finnum þeim konir inn í október núna er allt að fara á fulla skrið. Er erfitt að fá liðið aftur hingað inn eftir COVID? Hefur það gengið? Já, við vorum náttúrulega með COVID fram í febrúar nánast, þannig að við fengum kannski ekki þessa nýjástrafík sem kemur alltaf inn í þennan bransa í janúar hverju sinni og svoleiðis og það var kannski ekki mikið fyrir því inn í það sem að vera 22 en við finnum þetta alveg núna að þetta er að koma allt tilbaka og þetta er svona farið að vera líkt sjálfur sér eins og maður þekkti þetta áður en COVID skall á. En við nýttum COVID
gríðarlega vel. Við fórum í miklar breytingar og nýttum meðan að stöðin var lokuð, bara til þess að mála allt hér og setja upp veggi og taka niður veggi og bara breyta og bæta aðstöðunni. Þannig að við værum í rauninni klárir í bara í fulla þjónustu núna þetta haustið og gerum svona ráð fyrir að hún taki svona klárist endilega núna áramót, þannig að við séum orðnir alveg bara á heimsmæli, hvað vil ég segja, bara með aðstöðu og fjölbreytileika hvernig það sem við getum boðið upp að því eins og slagorð okkar sporthússins segir, heilsurækt fyrir alla. Þetta eru krakkar frá 10 ára aldri og svo elsti rétt hefnilega nýræður, þannig að við erum bara með ansi fjölbreytta flóru af viðskiptavinum. Ari talaði fjölbreytileika innan hússins. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, við erum náttúrulega með fjöldan af hópatímum og námskeiðum og svona sérhæfðu, við köllum þetta boxin okkar. Það svona eins og superform og þittform og crossfit og svona, það sem svolítið svona sérhæfðari æfingar og ákveðið konsept sem verið að vinna með. Ásamt því að bara hóptíman okkar eru náttúrulega bara mjög fjölbreyttir og eru líka í heitum sal og ekki heitum sal, svo sem dæmis tekið, og svo erum við með hjólasal og svo auðvitað náttúrulega bara námskeiðin líka fyrir yngri krakkana og yngstu iðkendurinn okkar eru í 7. bekk til dæmis. Þannig að já, það er mjög mikið að velja og svo erum við náttúrulega með spa og glæsilega sal, þannig að það er hægt að velja alveg heilan helling. Og ríkir mikil ánægja meðal viðskiptavina að geta haft svona mikið að velja úr? Já, alveg klárlega og það er bara mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að við séum með fjölbreytileika í tímum og líka einmitt að þjálfararnir okkar líka séu mjög bara fjölbreytilegir. Við erum ekki öll stift í sama mótið og veljum okkur öll mismunandi hreyfingu, þannig að ég tel að það sé alveg bara gríðarlega stór þáttur. Ég sé að hann Gunni er að þjálfa þessa stráka úr körfuboltanum. Þeir eru með mikið framboð af einkaþjálfurum, er það ekki? Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, við erum með mikið af einkaþjálfurum hjá okkur, Gunna og fleiri marga aðra góða og ansi stór og öflugur hópur sem hefur verið með okkur allt frá upphafi. Þannig að það er mikil gróska í því, bæði í einkaþjálfun og eins og Gunni með núna 4 stráka með sér núna, þannig að það er svona svokölluð hóp einkaþjálfun, þannig að það er töluvert mikið fjör í því og þannig að það er allir sem ættu að geta fundið. Þetta er mismunandi hvernig þjálfarnir leggja hverjum sig og sín prógram og allt svoleiðis, en það er mikil gróska bara í, það koma inn reglulega nýjir þjálfarar og eru bæði eru það þjálfarar sem eru bæði einkaþjálfarar og eru eins líka með eitthvað hópatímum hjá okkur og þannig og með námskeið líka, og þannig að þeir eru ekki bara einkaþjálfa en sumir hverjir gera sig bara út fyrir einkaþjálfara og eru bara virkilega frambærilegir í sínu starfi og bara flottur árangur sem allir eru að gera þetta og verið, eins og ég segi, bara margir hverjir alveg búin að vera hjá okkur í 10 ár. Öll þessi tæki sem eru, þetta er allt saman splunkunýtt, komið allt saman inn núna hjá okkur í sumar og þetta er allt saman frá Technogym á Ítalíu sem er náttúrulega bara einn langstæðsti tækjaframleiðandi í heimi. Þannig að öll lyftingatæki í tækjasalnum eru ný. Já, og það munar vissulega þetta er allt öðruvísi tæki en voru áður. Já, þessi lína sem við hafa, þessi gulu tæki, eru svolítið svona eiginlega bara algjörlega ný lína hjá okkur. Og þetta er ný lína frá Technogym líka, þannig að við náttúrulega bara tókum bara alla línuna sem telja ykkur 24 held ég tæki og þetta mælst alveg gríðarlega vel fyrir hjá okkar viðskiptavinum. Sko eru alveg óbúslega ánægðir með þessa græjur, þannig að enda miklar og bara glæsileg bara hönnun á þau og Technogym eru núna sérstaklega þekktir fyrir það, fyrir glæsilega hönnun á öllum sínum tólum og tækjum, þannig að þetta er bara geggjað eins og sagt er. En Ari, þessi svörtu tæki eru þau eitthvað frábrugðin þeim sem við vorum að skoða áðan? Já, þau eru aðeins öðruvísi. Þetta eru þessi hefðbundnu tæki, ef svo má segja.
bara tæki sem þú sest í hérna og svo eru bara lóðarbunkin eða þyngdirnar hérna bara skalaðar niður og þú bara fer með þá bara gula pinnan þarna í þá þyngd sem að henta þér eða henta hverjum á einum og þá situr þú rauninni bara í tækinu og hérna tekur þá því. Miðað við hinn tækin sem voru hérna fyrir innan, þessi hérna gulun, eru svokölluð svona self-loaded tæki eins og við köllum á slæmri íslensku. Þannig að hérna þannig að þú hleður bara lóðaplötum á þær græjur sko. Já. Þannig að öll þessi lína er líka bara splunkun í hérna, kom bara núna inn til okkur í sumar og hérna þannig að við erum afskaplega stolt af allri þessari endurnýjun sem við bara hérna hefur átt sér stað hjá okkur núna bara það sem af er. Já, þetta er bara þvílíkt flott. Má ég prófa? Já, gjörðu svo vel. Hvað er svo framundan hjá sporthúsinu? Er framkvæmdum lokið? Nei, þeim er nú ekki alveg lokið eins og ég sagði á hann og þá svona gerum við ráð fyrir að svona áramót verður þetta allt hér innan hús komið í svona mestu leyti búið en við höfum einbeitt okkur að því að klára allt sem að snýra að viðskiptavinnunum allt sem er rauninni bara hérna innandyra en strax næsta vor þá eru fyrirhugaðar tölur mikil breytingar bara á húsnæðinu utanfrá séð að við ætlum að bara í svona heildarútlit hússins verður tekið allt saman í gegn og húsið málað og lóð tekin í gegn og við erum nú þegar byrjaðir að byggja hérna réttarlega 1000 fermetra útiæfingaaðstöðu og sem að hérna tengist ákveðnum sölum hérna og bara svona almennt þjónustunni í heild. Og svo ætlum við svona að setja stóra og mikla glugga á bygginguna, þetta er stórt og mikið hús og færa svolítið bara lífið úr stöðinni, út á götu og birtun inn í hús og bara þannig að þetta verði svona þannig að ásýnd húsins verði bara orðin hinn glæsilegasta. Þannig að þegar þið kíkið í heimsóknartíminn eftir 1 ár þá erum við komin í ansi glæsilega byggingu.